Komiði sæl. Ég heiti Margrét Jóhannsdóttir og ég er verkefnisstjóri starfsmenntunar í Erasmus+ menntaáætluninni. Ég ætla að kynna styrki fyrir starfsmenntun í flokknum nám og þjálfun. En í Erasmus+ eru mjög mikil og góð tækifæri fyrir nemendur og starfsmenn í starfsmenntun. Starfsmenntaskólar eru ofarlega á forgangslista þessa verkefnisflokks og ef þeir vilja taka þátt og sinna verkefnum sínum vel, þá hafa þeir mikla möguleika. Fjármagn til flokksins fer vaxandi, sem og eftirspurn, en núna eru íslenskir þátttakendur á bilinu 200 til 250 á ári. Margir skólar líta á þátttöku í Erasmus+ náms- og þjálfunarverkefnum sem góða viðbót við starfið í skólanum og við hvetjum starfsmenntaskóla eindregið til þess að kynna sér tækifærin og gefa sínum nemendum og starfsmönnum þannig tækifæri til að taka þátt. Í Erasmus+ eru 3 verkefnaflokkar. Það er nám og þjálfun, það eru samstarfsverkefni og stuðningur í stefnumótun. Í dag þá ætlum við fyrst og fremst að fjalla nám og þjálfun, það er þennan flokk hér. Ég vil þó aðeins benda ykkur á þennan flokk hérna sem eru samstarfsverkefni, en hann er mjög spennandi verkefnaflokkur fyrir starfsmenntaskóla og það eru fjölbreyttir möguleikar sem felast í slíku samstarfi. Umsóknarfrestur samstarfsverkefni er 21. mars næstkomandi. En sem sagt í dag þá erum við að fjalla nám og þjálfun. Ég ætla að byrja á því að segja ykkur frá tækifærum fyrir nemendur í starfsmenntun. En fyrir þá er mjög góð tækifæri í áætluninni. Starfsmenntanemendur, þeir geta líka tekið þátt eftir að námi lýkur í alltaf 1 ár eftir útskrift, en þau þurfa að hafa sótt slíka dvöl áður en náminu lýkur. En lágmarksdvalartími fyrir nemendur eru 2 vikur og þeir geta dvalið að hámarki 1 ár. Núna er lögð mikil áhersla á svokallaða lengri dvöl og því er í umsókn og úthlutun gerður greinarmunur á lengri dvöl sem eru 3 til 12 mánuðir og síðan styttri dvöl sem eru 2 vikur og upp í 3 mánuði. En þegar lengri dvöl er að ræða, þá er rík krafa raunverulega starfsþjálfun, venjulega í fyrirtækjum. En í sumum tilfellum þá fer hún fram í skólum sem er þá með aðstöðu fyrir starfsþjálfun. Þegar slík dvöl er undirbúin er hægt að fá styrk fyrir starfsmenn eða kennara til að fara og undirbúa dvölina. En fjölbreytni styttri ferða er meiri. Stundum er 1 og 1 nemandi að fara í starfsþjálfun í skólum og fyrirtækjum. Stundum fara nokkrir saman, til dæmis 2 eða 3. Og síðan eru dæmi skipulagðar ferðir fyrir hópa, allt upp við það að heilu bekkirnir fari í kynnisferðir, þar sem skólar og fyrirtæki eru heimsókn. Í slíkum ferðum er mikilvægt að ferðir séu skipulagðar sem hluti á náminu og notaðir í kennslunni. Það er undirbúningurinn, ferðin sjálf og venjulega þurfa nemendur að skila verkefnum, vinnubókum og slíku. Það er lögð afskaplega mikil áhersla á gæði í verkefnum nemenda. En við hvað er átt þegar talað er gæði? Jú, við erum að tala góðan undirbúning þáttakenda, það er faglega, tungumála og menningarundirbúning. Við einnig segja frá því að þeir nemendur sem dvelja 19 daga eða lengur, þeir skulu taka tungumálakönnun í upphafi og við lok dvalar. Ef þörf er á og tiltekin lágmarkseinkunn er ekki náð í upphafi, þá fá þeir aðgang af rafrænu tungumálanámskeiði. Næsta atriði er góð framkvæmd og samvinna samstarfsaðila, það er sendanda og móttakanda. En að sjálfsögðu skiptir afar miklu máli að hafa góða samstarfsaðila. En þessir, það er sendandi og móttakandi, þeir skulu undirbúa dvölina vel fyrir þáttakendur og vera sammála það hvað nemandinn skuli gera og læra og hvernig starfsþjálfunin skuli verða viðurkennd. Við þessa vinnu eru útveguð ákveðin samningsform sem notuð eru til að staðfesta samstarf og líka til að undirbúa dvölina. Stuðningur og eftirfylgni eru meðan á dvölinni stendur skipta mjög miklu máli og síðan er mat og viðurkenning sem hluti af námi þátttakendanna nauðsynleg en reiknaði með því að öll dvöl nemenda sé hluti af námi þeirra. Það er heilmikið stuðningsefni í sambandi við þessi atriði og þau finnið í Erasmus+ handbókinni og þar er bæði fjallað einstök atriði og þar sjáu þið líka nytsöm skjöl og tengla sem að sýna ykkur hvers konar form er notuð við þessa vinnu. Það eru einnig spennandi tækifæri fyrir starfsfólk í starfsmenntun, það er kennara, leiðbeinendur og aðra sem sinna starfsmenntun.
Annars vegar þá geta kennarar farið sem gestakennarar til að kenna við aðra skóla í Evrópu. Og skólarnir geta síðan sótt að fá til sín sérfræðinga en þá þurfa þeir að vera frá fyrirtækjum frá öðru landi í Evrópu. Einnig geta starfsmenn farið í starfsþjálfun, starfskynningar og starfsspeglun hjá öðrum skólum, stofnunum og fyrirtækjum. Það er algengt að kennarar fari og hitti kennara sama sviði í öðrum löndum. Þeir geta þannig borið saman bækur sínar og lært hver af öðrum. Einnig hefur það nýst mörgum skólum vel að fara og kynna sér nýja kennsluhætti og kynna sér kennslu í fögum sem verið er að undirbúa og þróa hér á landi. Flestir nýta þessar ferðir líka til að mynda tengsl fyrir nemendaskipti og annars konar samstarf. Dvalartími starfsfólks er að lágmarki 2 heilir vinnudagar og þeir geta dvalið allt að 2 mánuðum og að ferðadögum frátöldum. Það er lögð áhersla á góða nýtingu ferða þannig að starfsmenn deili þekkingu sinni og reynslu með öðrum innan skólans þegar þeir koma tilbaka. Gæði náms- og þjálfunarferða starfsfólks eru einnig mikilvæg en þetta atriði með nýtingu og kynningu á þeim lærdómi sem viðkomandi öðlast er mikilvægt. Það þýðir í raun að það gengur ekki vel að sækja ferðir þar sem margir starfsmenn eru að fara saman og gera það sama. Betra er að miða við að 2 og 2 fari saman að kynna sér ákveðið fagsvið, einhverjar nýjungar og fleira og komi svo heim og kynni niðurstöðurnar innan skólans. Það skiptir líka máli að ferðir styðji við viðkomandi starfsmann og séu eðlilegur hluti af starfsþróun viðkomandi. Áætlun skóla varðandi evrópskt samstarf er svo atriði sem þarf að fjalla og útskýra í öllum umsóknum. Spurningin er European Development Plan svokallað. En ferðir starfsfólks þurfa að vera í samræmi við þessa áætlun. Og þá er komið að því að skoða styrkina. Hvað er styrkt í þessum verkefnaflokki? Fyrst vil ég nefna að mestu leyti að ræða svokallaða einingastyrki. Það er veittir fastar upphæðir miðað við þau verkefni sem er að ræða. Veittir eru ferðastyrkir. En þar er að ræða ákveðna styrkupphæð miðað við fjarlægð frá heimili til áfangastaðar. Það er notuð reiknivél, svokallað distance calculator, til að finna út þær styrkupphæðir sem ræðir í hvert sinn. Til dæmis er veittar 360 evrur ef að fjarlægð frá heimili til áfangastaðar eru milli 2000 og 3000 kílómetrar. Ef að fjarlægðin er minni á bilinu 500 til 2000 kílómetrar er styrkupphæðin 275 evrur. Ef ferðastyrkur er sérstaklega mikill þannig að sú styrkupphæð sem fæst miðað við fjarlægðarútreikninginn er lægri en 70% raunkostnaðar við ferðina, þá er hægt að sækja styrk fyrir allt að 80% af raunkostnaði. Ef þetta er gert er miðað við raunkostnað og þá þarf að skila reikningum til þess að fá styrkinn samþykktan. Einstaklingsstyrkur er svokallaður uppihaldsstyrkur og hann tekur mið af uppihaldskostnaði í því dvalarlandi sem ræðir. Þessir styrkir eru þess vegna misháir eftir löndum og líka eftir lengd dvalar. En almennt má segja að fyrir bæði nemendur og starfsfólk eru þessi einstaklingsstyrkir ansi góðir í áætluninni. Svo er hérna flokkur sem heitir umsýslustyrkur stofnunar, en hann er hugsaður til þess fyrir stofnunina sem að sækja til þess að halda utan verkefnið. En þetta er föst upphæð fyrir hvern þátttakanda, 350 evrur á hvern þátttakanda og sem sagt hugsaður til að standa straum af undirbúningi, þátttöku og eftirfylgni. Í boði er góður stuðningur vegna sérþarfa einstaklinga með fötlun. Það þarf að sækja styrkinn í umsókn og miðast hann við raunkostnað. Einnig er hægt að sækja styrk fyrir fylgdarmenn eins og þörf krefur. Það er mjög mikil áhersla lögð á að áætlunin sé aðgengileg fyrir alla og við biðjum ykkur endilega að hafa það hugfast við gerð umsóknanna. Og hér eru svo nokkur praktísk atriði. En það eru einungis lögaðilar sem geta sótt það er að segja, það eru skólarnir sem sækja
styrki fyrir sitt fólk, sína nemendur og sína starfsmenn og einstaklingar geta ekki sótt styrki í Erasmus+. Og hver aðili eða skóli getur aðeins sent inn eina umsókn á sviði náms og þjálfunar í starfsmenntun á hverjum umsóknarfresti. Og í umsóknina eru bæði settar ferðir nemenda og starfsfólks. Þannig allar ferðir á sviði starfsmenntunar sem skólinn áætlar á hverju ári fara í sömu umsóknina. Síðan langar mig að segja ykkur frá einhverju sem heitir samstarfsnet. En stofnanir eða skólar geta sótt saman náms- og þjálfunarstyrki í svokölluðu samstarfsneti. Sem dæmi gætu nokkrir minni skólar sótt saman og eða þriðji aðili myndi sjá umsókn og verkefnisstjórn fyrir fleiri skóla. Þetta er leið sem íslenskir skólar hafa ekki verið að nota mikið en gæti verið leið til þess að auðvelda minni skólum þátttöku. Síðan er það vottun, en núna geta skólar sem sýnt hafa fram á góða verkefnisstjórn í að minnsta kosti 3 verkefnum þeir geta sótt vottun, en í því felst ákveðið vilyrði fyrir þátttöku í verkefnum áfram. Hér á landi eru 5 aðilar með vottun og þeir skólar sem eru að byrja ættu að hafa þetta í huga og stefna að slíkri viðurkenningu. Gildistími verkefna er 1 til 2 ár og lágmarksfjöldi samstarfsaðila eru 2 frá 2 löndum. Samstarfsaðilarnir eru síðan kynntir í umsókn eins og hægt en nauðsynlegt er að kynna að minnsta kosti 1 samstarfsaðila. Samstarfsyfirlýsing er aðeins nauðsynleg með verkefnum samstarfsneta, en þá þurfa samstarfsaðilar, það er innlendir, að hafa gert með sér samning og þeir samningar þurfa að fylgja umsókn. Umsóknarfrestur náms- og þjálfunarverkefna árið 2019 er 5. febrúar og takið eftir að hann rennur út klukkan 11 á morgni. Við ráðleggjum ykkur eindregið að vera búin að skila deginum áður til að vera vissum að þið lendið ekki í einhverjum tæknivandamálum á síðustu stundu. Upplýsingar og ráðgjöf verkefni veitir Landskrifstofa Erasmus+ og ég er verkefnisstjóri starfsmenntahluta áætlunarinnar og þið sjá netfangið mitt hér. Síðan bendum við á heimasíðu Erasmus+, þar eru heilmiklar upplýsingar og leiðbeiningar fyrir umsækjendur. Þar inni finnið líka Erasmus+ handbókina sem er nauðsynlegt að skoða og lesa þegar maður er að undirbúa umsókn. Annars þá vil ég bara óska ykkur góðs gengis við umsóknina og endilega hafið samband ef að það eru spurningar eða þið þurfið aðstoð við einstaka þætti í umsókninni. Takk fyrir.